Góðan daginn. Ég býð ykkur hérna velkomin heim til mín. Út af því að nú erum við komin aftur í svona COVID-takmarkanir og við ákváðum því að bara taka upp predikunina. Og við erum líka lofgjörðin sem að þið voruð að hlýða á var tekin upp líka fyrr í vikunni áður en þessar takmarkanir tóku gildi. En mér langar til þess að tala við ykkur í dag efni sem mér finnst skipta gríðarlega miklu máli og hefur hjálpað mér á göngunum með Guði. Og ég trúi því að geti hjálpað þér líka. Ég er búin að vera að skoða mjög athyglisverða konu sem hún er doktor í hugrænum taugavísindum og hún heitir doktor Caroline Leaf. Og hún er búin að vera að rannsaka hvernig við getum endurnýjað hugarfarið okkar. Hún vill meina það að það taki 21 dag að detoxa hugan. Hún orðar þetta þannig, að detoxa hugan. Það er að segja, koma inn með ríkjandi nýja hugsun inn í hugan og með þessum endurtekningum í 21 dag. Það getur þessi ríkjandi nýja hugsun orðið föst í hug okkar. En það þarf alveg 63 daga, það er að segja 3 sinnum 21, samkvæmt hennar niðurstöðum, hennar rannsóknum, til þess að þessi ríkjandi hugsun verða vana í okkar lífi. Þannig að það er rosalega mikilvægt, samkvæmt henni, ef að þú vilt breyta lífið þínu, að þú endurtaki hlutin. Og hún talaði líka að það veri ofboðslega mikilvægt að orðum fylgdi athöfn. Hún sagði að það er ekki hægt að gera þetta öðruvísi, það þýðir ekki að koma bara með orð og engar athafnir. Hún sagði að það getur meira að verið skaðlegt fyrir heilan. Getur gert það verkum að, að þú myndir, hún kallaði það skemmd í heila, að við segjum eitt og gerum annað. Og hún talaði líka það, ef við verðum til að mynda fyrir áföllum, þá getum við endurprógramað heilan okkar. Með því að tileinka okkur betri hugsanir, þar af leiðandi betri líðan og þá koma betri tilfinningar og svo framvegis. Og ástæðan fyrir því að hún byrjaði að skoða þetta á sínum tíma var auðvitað svo að hún er alin upp í kirkju og var kennt á sínum yngri árum og hvernig það væri hægt að endurnýja hugsun okkar, eins og stendur í Rómverjabréfinu 12. kafla. Að við eigum ekki að hafa okkur eins og öld þessari heldur eigum að taka háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins til þess að við fáum að reyna hver er vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Og það er svo frábært og henni fannst það líka að áralangar rannsóknir hafa sýnt og sannað að þetta er einmitt tilfellið. Við getum endurnýjað hugsun okkar. En aftur, orð og athafnir þurfa að fara saman. Og þetta er ekki eitthvað nýtt á nálinni. Þetta er eitthvað sem hefur oft verið haldið fram og sem að Biblían heldur fram. Sem að Biblían segir að sé einmitt tilfellið. Og Jesú talaði sérstaklega þetta við fólki í kringu sér, lærisveininn og aðra. Mér langar til þess að drepa niður í Mattheusi 7:24. Og það er Jesú sem er að tala. Og hann er að líkja Guðsríkinu við þetta. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hyggnum manni er byggðu húsið á bjargi. Nú skall á steypiregn, vatni flæddi, storma blésu og buldu á því húsi, en það féll eigi því að það var grundvalla á bjargi. Takið eftir það sem hann segir, sá sem heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Svo kemur hérna í versi 26. En hver sem heyri þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur heimskum manni er byggði húsið á sandi. Steypiregn skall á, vatni flæddi, storma blésu og buldu á því húsi, það féll og fall þess var mikið. Af hverju féll ekki húsnæðið sem var byggt á bjargi? Það er einmitt stóra spurningin. Þegar Jesú kom fram á sjónasviðið, að þá talaði hann Guðsríkið, hvernig hann þráði að byggja Guðsríkið innra með okkur, innra með sér hverju manni.
fyrir þann tíma í gegnum lögmálið að þá var það meira eins og svona reglubók það hvernig þú áttir að haga lífiðinu. Guðsríki var fyrir utan. En með tilkomu Jesú til þess að hjálpa okkur einmitt að uppfylla það sem við eigum að gera, að þá kemur hann inn í hjarta okkar og byggir Guðsríkið innan með okkur. Algjörlega ný nálgun. Og Jesú algjörlega frábær þegar hann að útskýra sitt mál og hann gerir það með svo myndrænum hætti eins og í þessari sögu. Við getum séð þetta svo opaslega vel fyrir okkur. Við sjáum 2 hús, við sjáum ólíka grunna og við sjáum 2 ólíkar niðurstöður. Og hann málar þessa mynd af þessu í þessari frásögn til þess að við getum svolítið sett okkur inn í þetta. Þannig að við getum svolítið séð þetta svolítið fyrir okkur. Við erum nefnilega öll að byggja eitthvað í lífinu. Margir gera sér ekki grein fyrir því að lífið endalaus endurtekning á alls konar hlutum, venjum og alls konar sem við erum búin að tileinka okkur. Við erum öll að byggja. Jesús sagði til dæmis við Pétur, hann sagði á klettinum, Pétur nefnilega þýðir klettur, á klettinum mun ég byggja kirkju mína og hliðheljar verða kirkjunni ekki yfirsterkari, segir hann. Og hver kirkjan? Við erum kirkjan. Kirkjan ekki bygging í sjálfu sér, við erum byggingin. Og hann tala við Pétur með þessum hætti út af því að í Pétri var klettur, Pétur var klettur. Og hann vildi byggja á þessum kletti. Og það segir einmitt í þessum orðum Jesú, hann segir hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim. Sá líkur hygnumanni að byggðu húsið að bjargi. Og þetta svo mikið kjarnaatriði, vinir. Eins lengi og við hlustum til dæmis á ræðu eða boðskap eins og þennan, bara sem eitthvað sem kitlar eyrun, gott að heyra, þú jafnvel tekur undir og veist að þetta rétt, en gerir ekki. Að þá myndu aldrei upplifa þann ávöxt sem að Guð vill svo sannarlega gefa þér í líf þitt. Þannig að kemur með því að heyra og framkvæma. Og þetta svo frábært og það Jesús sagði þetta fyrir 2000 árum síðan og það rímar 100% við þær niðurstöður sem Dr. Líf komst að einnig. En hvernig byggjum við? Nú getur við verið að spyrja þig, hvernig byggjum við? Hvernig er best að byggja? Og það góð spurning. Við byggjum nefnilega, við byrjum á því að byggja undir yfirborðinu. Við búum nefnilega svolítið í þjóðfélagi sem svona svolítið á yfirborðinu. Við sjáum alls konar glansmyndir og fólk sem jafnvel búin að fótóshoppa alls konar myndir og við erum svolítið svona á yfirborðinu. Og ég held ofta tíðum þegar fólk með svona mikla glansmyndir að sjálfu segja að það ekkert endilega út af því að það jákvætt. Það út af því að það í rauninni hefur, veit ekki alveg hver það er. Og mér finnst rosalega hressandi þegar fólk kemur fram á samfélagsmiðlum að öðru og segir bara svolítið sannleikann. Lífið bara alls konar. Lífið ekki bara einfalt, það alls konar. Og þannig á það að vera. Við þurfum nefnilega að grafa til þess að byggja grunn, til þess að byggja líf okkar. Þannig að það viðhaldi sér, það standi stöðugt. Þá þurfum við að byggja með því að grafa. Við þurfum að byrja því að grafa. Og í Lúkas 6, þá talað þessa nákvæmlega sömu sögu, þessa frásögn, þessa dæmisögu sem Jesú kom með. En Lúkas var læknir og segir aðeins öðruvísi frá. Mér langar til að lesa líka það sem að Lúkas skrifaði þessa nákvæmlega sömu frásögn hjá Jesú. Og hann segir svona, ég skal sýna yður hverjum sá líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann líkum manni byggðu hús, grófdjúpt og grundvallaði þá bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi en fékk hvergi hrært vegna þess að það var vel byggt. Hinn heyrir það sem ég segi og breytir ekki eftir því líkur manni sem byggði húsitt á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því húsi og það hús féll og fall þess var mikið. Biblían kennir okkur til dæmis að
alls konar prinsip sem að við vitum að er rétt og eitt sem að kom í huga minn til dæmis þessa vikuna áður þegar ég var að undirbúa mig. Til dæmis það að vera vinur allra. Við eigum ekki að vera vinur allra, kennir Biblían. Það er hreinlega til tjóns. Við þurfum að velja vin okkar. Við þurfum að vanda valið þegar kemur að vináttu. En það líka kemur það svo berlega ljós þegar einmitt stormur geysar. Hverjir eru sannir vinir? Þannig að Biblían talar það, en við látum það oft í léttu rúmi liggja, þangað til að lexían kennir okkur með afar slæmum hætti að þetta er ekki málið, að vera vinur allra þetta tjóns. Í Lúkasi, þessum orðum sem ég var að lesa, þá kemur líka fram að við eigum að grafa. Við eigum að grafa djúpt til þess að byggja grunninn. Og jarðvegurinn þarna er auðvitað mynd upp á hjarta mannsins. Og það sem að Jesú vill gera, hann vill grafa niður á klöppina. Klöppin er Kristur. Hann vill grafa niður og þegar hann grefur, þá koma alls konar hlutir upp á yfirborðið. Það getur verið hlutir sem eru óþægilegir, vondir jafnvel, hlutir sem við viljum gjarnan gleyma. Allt er þetta gert til þess að við getum skoðað, hreinsa það úr líf okkar, jafnvel eignast lækningu á einhverju sem hefur átt sér stað, eða bara við þurfum að breyta ákveðnum elementum í líf okkar sem við verðum kannski alin upp við, einhverja hefðir eða venjur eða eitthvað slíkt. En Guð aldrei grefur eitthvað niður grefur aldrei neitt inn í hjarta okkar nema til þess að við berum góðan ávöxt. Og það er nú bara þannig að Guð klippir aldrei, Guð tekur aldrei neitt úr lífið þínu, hvort sem að það er mold eða drullumall eða hvað sem að það kann að vera sem er í þessari jörð, til þess að meiða þig. Það er alltaf til þess að þú beri meiri ávöxt. Hann klippir alltaf til þess að við berum meiri ávöxt. Það er til þess að blessa okkur. Það er til þess að hjálpa okkur. Þannig að það er kjarnaatriði og lykilatriði. Þegar Guð er að hreinsa, hann er að taka alls konar hluti upp í okkar lífi. Það er að vera ekki eins og Ísraelsmenn forðum. Þegar Guð fór að díla við þá, í gegnum eyðimörkina, heldur að þakka honum og blessa hann og átta sig á því að Guð er að hjálpa okkur. Guð er að hreinsa það sem að þarf að hreinsa. Þannig að það er svo mikilvægt að gefa þakkir í öllum hlutum, líka í óþægilegum hlutum. Gefa þakkir í öllum hlutum og lofa Guð í storminum. Þeir sem nefnilega tilbiðja Guð, tilbiðja hann líka í storminum. Það er svo mikilvægt hvað við gerum í storminum, að gefa honum dýrðina í staðinn fyrir að vera reið eða pirruð eða sleppa svolítið tökunum og treysta því að Guð er að vinna verk. Því að við lifum á þannig tíð að allt sem er hægt að hrista virðist vera að hristast. Það er bara svolítið þannig. Og við sjáum COVID og allt sem er í kringum það og við sjáum hvernig, ekki bara COVID-ið, heldur alls konar afleiðingar í kringum það, fjárhagslegar og annað slíkt. Það er eins og allt sé að hristast, sumir eru að upplifa kvíða, jafnvel fyrir framtíðinni, það er gríðarlega óvissa á öllum sviðum. Og í svona ástandi þá kemur svo berli í ljós, vinir, grunnurinn okkar. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að venjur okkar og hefðir styðja við það, styðja við heilbrigt og gott líf, því að þegar stormurinn kemur og hann mun koma, hann kemur fyrir allt fólk, að þá stendur byggingin okkar og hún stendur sterk þrátt fyrir storminn. Mér langaði að segja ykkur frá því, bara mína reynslu. Við vorum, ég og Alli, maður minn, við vorum að fara í framkvæmdir hérna fyrir 3 árum síðan og hugmyndin var að steypa veggi hérna í garðinum okkar. Og við fórum hérna út og mátum þetta sem svo að þetta væri nú ekki mikið mál. Við þyrftum bara að grafa hérna eitthvað smá, fengjum myndi bara fá okkur að vina okkar og þeir myndu grafa eitthvað kannski, halva metur niður í jörðina og við myndum það slá fyrir veggjum og svo bara kemist yfir bíl og málið var dautt. Og sem betur fer,
að þá fórum við ekki sjálf í þessar framkvæmdir, heldur töluðum við sérfræðing. Við fengum aðila sem að kunni til verks. Og hann kom inn og leit á aðstæður og sagði, þetta ekki gott plan. Þetta ekki sniðugt að gera þetta svona sjálfur fyrir það fyrsta. Og hann sagði, mikilvægast af öllu að grafa algjörlega niður á Klöpp. Ef þið gerir það ekki, þá stendur ekki veggur. Hann getur staðið í eitthvað tíma, en þegar verður brjálaveður, sem bara iðulega mjög oft yfir vetrartímann hérna á Íslandi, að þá fer hann að bogna og hann fer að eyðileggjast smátt og smátt veggurinn. Og hann sagði, ef þið grafið ekki niður á Klöpp, þá mun hann ekki viðhalda sér. Ekki nema kannski þá bara í stuttan tíma. Og við náttúrulega leituðum til hans og hann endaði með því að klára svolítið verki fyrir okkur. Hann gróf og gerði það sem hann þurfti að gera, sem betur fer, því að veggirnir standa hérna ennþá, sem betur fer. En þetta ákveðin svona lexía, hinn náttúrulega fyrirmynd af hinu andlega. Ef við gröfum ekki niður á Klöpp, ef við leyfum ekki Guði að grafa niður þangað til þar sem að grundvöllurinn sterkur, þá rís húsið okkar, það getur alveg risið, en það þarf svo lítið til að það falli saman og eyðilegst og fall þess þá mikið eins og reikningin kennir. Þannig að í staði fyrir að barma okkur og vera reið þegar alls konar hlutir kom upp á yfirborðið, þegar gröfturinn byrjar inn í landið okkar, leyfum Drottni að komast að, því að Guð getur notað vonbrigði, hann getur notað brotna drauma, hann getur notað gleði, hann getur notað sorg og allt þar á milli til þess að vinna verk í hjarta okkar allra. Og hans lag það, ég ætla að taka þetta og ég ætla að gefa þér í staðinn dýra steina í bygginguna þína. Eitthvað sem að viðheldur, jafnvel í stormi, jafnvel í eldi, að þá mun byggingin, hún mun standa og hún mun þola. En best af öllu, og ritningin kennir það, hann segir áður en ritningin kemur, vertu þá búin að byggja grundvöllin. Við erum oft svo að bregðast við kringumstæðum hérna á Íslandi, við erum rosa góð í því að bregðast við. En Jesú talar hann sagði byggðu grundvöllin áður en reynir á. Vendu þig á að lifa guðræknu og góðu lífi, ekki vera bara heyrandi eða segjandi, vertu gerandi. Og þá ert að byggja þennan máttuga grunn sem skiptir svo miklu máli. Og Dr. Líf segir nákvæmlega það sama. Og ef við gerum það, að þá kennir Guð okkur að þeir sem vona á Drottinn, þeir sem vona á hann, og hvað þýðir að vona á Drottinn? Það að setja sjón sína á Drottinn. Það að treysta Guði. Ekki bara treysta honum, heldur gera það sem hann hefur sagt. Gera það sem hann hefur sagt, orð og athafnir. Þeir sem að gera það, þeir sem að vona á Drottinn, þeir fljúga upp á vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Það nefnilega svo sérstakt með örninn. Örninn, þegar Guð búin að búa til hennan grunn og bygginginu komin, þá fáum við þetta eðli. Örninn þannig, hann lítur á storminn sem áskorun að fljúga hærra. Þegar við erum með grunn og við erum með venjur og hefðir, orð og athafnir fara saman, að þá lyftir Guð okkur yfir kringumstæðurnar. Við vitum og við erum fullviss að allar kringumstæður samverka okkur til góðs. Hvort sem að það eru góðar kringumstæður, erfiðar kringumstæður, við vitum það að Guð að vinna verk innan með okkur og þetta mun allt samverka til góðs. Og samverka til góðs þýðir að þetta mun enda sem eitthvað gott. Þetta mun enda sem gott. Þannig að mér langar til að hvetja þig í dag, mér langar til að hvetja sjálfa mig í dag. Í staðinn fyrir að horfa á kringumstæðurnar og barma sér, venjum okkur á að vera bæði heyrendur og líka gerendur á því sem að Guð hefur kennt okkur og sjáum hvernig grunnurinn í líf okkar fer að byggjast upp og stórkostlegt hús verður að veruleika sem stenst allan storm. Þannig að ég vona það fyrir þitt líf og ég vona það svo sannarlega fyrir mitt líf líka.
Mér langar svona rétt að lokum áður en ég lýk þessu hér í dag að biðja bæn. Þú getur verið að horfa og þú þekkir ekki hvað það að eiga persónulegt samband við Jesú. Þú hlusta kannski á að hugsa bara, vá, þetta traust gagnvart Guði, hvernig veistu að það hægt að treysta honum? Ég veit að það hægt að treysta honum út af því að hann býr innan með mér. Hann búinn að búa með mér, innan með mér nánast allt mitt líf. Ég veit að hann traustinsverður. Og Biblían talar ef við trúum og játum, þá munum við hólpin verða. Eina sem við þurfum að gera að opna hjarta okkar fyrir Jesú og hann kemur inn í hjartað og hann mun vera leiðtogi lífstíns. Þannig að mér langar til þess að biðja bæn og biðja að endurtaka bænina eftir mér. Og hún svona. Kæri Jesús, ég biðja að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég biðja að fyrirgefa mér sérhverja synd. Ég biðja að fylla mig af heilugum anda og viltu ganga með mér hvern einasta dag. Viltu hjálpa mér, Drottinn, að byggja þennan góða grunn. Hjálpa mér til þess að vera heyrandi og gerandi af því sem að þú segir. Drottinn, ég þakka þér að ég nú þitt barn. Í Jesú nafni. Amen og amen. Drottinn blessi þig.